Brynjar, 2-1 niðurstaðan. Hver svona fyrstu umræð? Jú, bara sanngjarnt úrslit. Við geta verið búin að klára leikinn í fyrri hálfleik með því að skora úr víti. 3-0. Förum inn 2-0 inn í hálfleikinn og allt í góðu. En engan síður viðkvæm staða og það er ein aukaspyrna og þeir minnka mun 2-1. Eftir það var þetta þungt en við vorum búin að færi þar á undan til þess að bæta við en svona bara leiknir spilaði vel og þrýst okkur aftarlega en við náðum að verjast þeirra sóknum og bara gríðarlega ánægð með vinnusemina og karakterinn í liðinu. Ég kemur inn að það geti gert út leikinn í fyrri hálfleik, undir lok fyrri hálfleiks. Kemur eitthvað til greina að skipta vítaskiptu fyrir næstu spyrnu? Bara ekki hugsað það og sennilega ekki, nei. En það hlýtur að vera gríðarlega léttir að vera loksins konur með sigur á töfluna og veit ykkur gríðarlegt sjálfstraust fyrir komandi leiki? Já, það er það. Það er gott alltaf betra að vinna leiki og það gefur sjálfstraust og trú og við erum ekki langt á eftir. Við erum nálgumst eða svona meira í þessum pakka þarna sem er aðeins í neðri hlutanum og gefum okkur færi á því að fara aðeins harfi töfluna ef við höldum áfram að vinna leiki. En við tökum með okkur náttúrulega bara vinnusemina og karakterinn og svona hugafarið að klára hann leik af því að það getur verið erfitt þegar þú er búin að gera vel í síðustu leikjum en fá ekkert fyrir þá. Leiknismenn minnka munin með, svo maður segja, svona umdeildu marki. Hvert er þitt mat á þeirra atburðarás? Mér finnst það bara ekkert umdeilt. Mér finnst það bara aukaspyrna og leiknismæðurinn keyrir inn í Arnar og Arnar í sjálfum sér lendir bara á bakinu. Það er ekkert eins og þeir hafi verið að hoppa saman eða eitthvað. Þannig að á þess að ég sé búinn að sjá það þá fannst mér þetta augljóst sóknarbrot. Vantar Ásgeir Marteins og Atla Arnars á skýrslu og svo Leifur Andri á bekk. Hvað er langt í að við sjáum þá alla á velli aftur og þú fá hérna fullan leikmannahóp til að velja úr? Það Atli er vonandi styttra í bara og vonandi verður hann klár núna í þessari pásu sem er í gangi og Leifur er alltaf bara heill og er svona að komast á stað. Ásgeir verður frá í sennilega einhverja 2-3 vikur í viðbót, hugsa ég. Þannig að það er svona staðan á hópnum en við erum með ágætt spreyt svona í þessum stöðum þannig að menn verður að fá bara sinn tíma í því. Fá núna kærkomna hvíld eftir, svo maður segja, maí-hraðmót og síðan taka bara næstu nýlega Keflavík við. Þið ætlum væntanlega bara að byggja á þessu framstöðu og klifra upp töfluna. Já, við erum ekkert farnir við kláruðum þennan leik núna og eins og segir það er ágætt að fá anda aðeins, bæði fyrir leikmenn og þjálfara og alla þannig að þegar að því kemur þá klárlega verðum við klárið í þann leik en Keflavík er líka hættulegt lið. Takk.